10 gigabæta niðurhald fyrir 500 krónur á mánuði. Nógur tími. Tal. Svona á samband að vera. Bojana Besic, Íslandsmeistari 2012, hvernig líður þér? Það bara ekkert annað en frábært. Það bara, I'm so proud of the girls. Það búin að vinna mjög hard og bara duglegar og velli alla sumar og bara allt sem það búin að gera og við búin að gera saman í síðustu nokkur ár, það bara komið núna og það bara frábært. Bojana, komst ekki hérna 2008 eitthvað svoleiðis og loksins orðin meistari? Já, ég kom inn í 2008 og við erum búin að fara upp og niður og loksins komin fyrsta sæti. Við erum á toppnum, við erum besta núna. Já, við erum bestar sem við vitum bara, vissum við ætlum að gera það. Og það bara mjög gaman. Bojana, til hamingju og njóttu þess. Takk sömuleiðis. Jónsi öryggisvörður, yfir öryggisvörður og Þórsvelli og Hafdís, mamma og kvennaráðsmaður og Biggi Torfa. Grillmeistari, hvernig er tilfinningin í dag, Þór K. Íslandsmeistari? Hún er frábær. Ég er búinn að hafa stelpunnar hjá mér í mat í allt sumar fyrir hvern heimaleik. Þetta eru frábæra stelpur og þetta er frábær árangur og ég held að sé mataræðið. Er grillu stemming í þér núna í kvöld? Hún er grilluð og verður það fram eftir kvöldi. Hafdís, hvernig líður þér? Nú ert þú svolítið, þú ert mamma, átt stelpu í liðinu. Hvernig líður stelpunni, stóru stelpunni núna? Mér? Já, ég sagði stóru stelpunni. Já. Mér líður alveg dásamlega. Ég er búin að vera stressuð í allan dag. Mér langaði að vona, ég þorði ekki að vona, en mér líður æðislega. Þetta er frábært. Hún titrar við liðinu. Ég veit ekki hvort það er ég eða sigurinn í dag, ég veit það ekki. Ef ég maður rétt þegar ég tók í viðtal Hafdís hérna, ég voru við að spá í hvernig þetta er nú í sumar og þá minnir mig að þú hafi nú verið að tala að sennilega eru Þór K. liðið sem myndi koma óvart sumar. Að sjálfsögðu. Við gerum það. Ertu til í að vera með mér í svona tipphóp í vetur? Nei. Jónsi, hvernig líður þér nú sem öryggisvörður? Þú ert heldur upp í lögum og reglum í stúkunni og innan gerðingar og leikjum. Hvernig líður kallinu í kvöld? Þetta er bara stolt í brjósti maður. Það er nú ekki mikið að hafa ágjörð á svona leik maður. Alla passa upp að fólk komist í sæti og svona ekkert komið upp að. Það er aldrei vandræði maður. Þetta var bara frábært. Bara þakka öllum kærlega fyrir umgjörina. Þetta var bara meira þetta. Takk fyrir komuna, yfir 1200 manns og bara brjálu stemming. Þetta var bara dagur til að sitja í sögubækurnar. Líka aldrei selt eins mikið í sjoppinni eins og núna. Sjáu þið bikarinn sem er að koma þarna. Þetta er æðislegt að horfa á. Jónsi, hefur aldrei þurft að taka á áhorfendur? Nei, aldrei. Þetta er búið að vera flott í sumar, búið að vera 2 Evrópuleikir hérna og stór leikur á móti KA hérna daginn og fullt af leikjum á stelpunum og þetta í kvöld. Þetta er bara meira átt, það er aldrei vandræði. Akureyringar eru bara flottir áhorfendur? Það er bara til fyrirmyndar. Ekkert annað þetta að segja. Og svo er það bara fögnur á og svo út í fyrramáli, Hafdís? Nei, að vinna, drengur. Það vakna klukkan 7 og vinna klukkan 8. Það er engin miskunni á Magnúsi? Nei, að sjálfsög ekki. Fagna bara í skólanum, með krökkunum. Ætlar að gera eitthvað sérstakt fyrir stelpunni þegar þú kemur heim? Ég kissa hana kannski góða nótt. Ég veit ekki. Ertu ekki vön að gera það? Nei. Hún er vaksin upp úr í. Já, en ég ætla að benda að því ég er nú svona akureyringur, að ég kom í KA bláu og Þórsara rauðu og að því ég er svo mikill akureyringur og ég er bara óbærslega stolt að vera akureyringur í dag. Þetta er falleg gjöf eins og ég er búinn að segja við marga viðmælendur okkar, þetta er falleg gjöf sem að liðið okkar er að gefa bænum. Já, 150 ára. Þetta er frábært. Við erum bara vona að byggja að við þurfum ekki að býðja í önnur 150 ára eftir næsta titli. Nei, það er verða hjá mér í mat í allan vetur og næsta sumar, það er verða Íslandsmeistar 18. sumar, ég get alveg lofað því. Maturinn er svo góður hjá okkur. Er ekki til að grilla fyrir strákana næsta sumar? Í Pepsi-deildinni? Jú, ég er alveg til að grilla fyrir þá. Það er klárt. Biggi, þú verður náttúrulega að passa á því að hafa þetta líka innan svona velsæfismarkaði fitumagn og annað í þessu, þannig að þeir verða ekki rúllátt á völlinn í sumar. Nei, ég viktaði vonið í allt sumar og ég gera við strákana núna næst sumar og stelpunar í vetur, þannig að það er verða bara fitt og flott næst sumar.
Herru, bara njóti dagsins til hamingju og hérna gangi hættu gleðina dýr. Takk sömuleiðis. Sömuleiðis til hamingju Akureyringar.